Velkomin! Við erum stödd á Dogcraft netþjónunum þar sem ég spila stundum Minecraft. Þetta er ensku netþjón og hér fara öll samskipti fram á ensku. Það er oft ýmsir viðburðir á þessum þjón, svo sem bardagakeppnir eða fela hlutkeppnir eða byggingakeppnir. Daginn var auglýst byggingakeppni og ég sótti að taka þátt. Svo var dregið út hverjir fengi að keppa og ég var dregin út. Þannig að ég að keppa að þessu sinni. Ég hef mánuð til að byggja og þetta er allt gert í lifa af tegund leiks. En á þessum þjón eru líka verslanir, þannig að ég get líka keypt það efni sem mig vantar. Við erum akkurat á verslunarsvæðinu og hérna getur maður leigt verslunarsvæði og byggt verslanir. Þið sjáu hérna, það er alveg góma að búðum hér og hægt að fá næstum því allt sem hægt að fá í Minecraft. Athugið að þessi netþjón er hins vegar í útgáfu 13.2, 1.13.2 og því eru nýjustu kubarnir ekki í boði. En kíkjum yfir á keppnissvæðið. Hér erum við komin á keppnissvæðið og hérna eru reglurnar. Ég er búin að fá úthlutað svæði nr. 7 og nú ætla ég að finna það. Þema keppninnar þennan mánuðinn er martröð og þetta er nú ansi flott keppnissvæði. Númer 7, við þurfum að finna það. Þetta er númer 2. Já, þetta er svolítið flott. Númer 3, 4, 5, ok. Gíska ég á að þetta sé númer 7. Ok, þetta er númer 7 og ég fæ eitt svona, já, merktur mér svona kassa og bók. Ég ætla að taka bara þennan kassa og kíkja í bókina. Hérna eru reglurnar og ég ætla að fara bara mjög hratt í gegnum þær. Þetta er einstaklingskeppni og það er bara að rústa fyrir öðrum og hérna og svoleiðis og síðan hvernig stigin verið gefin og síðan er regla varðandi ef maður er með vita til að hjálpa sér og það twist. Þau sögðu að það er eitthvað twist, eitthvað svona, eitthvað viðbót og núna þarf ég að safna mobs sem eru þá skrimsli. Ég þarf að safna þeim og koma þeim fyrir í byggingunum minni. Ok. Það er búið að setja netherportal og ég þarf að passa upp á öryggið þeirra og allra annara sem koma að skoða. Ég ákvað að byggja smá vegg hérna í kringum byggingasvæðið mitt. Og svo bjóð til hérna smá svæði með svona endakistu og venjulegri kistu og svo er ég líka búin að byggja hérna svona hálfgert glerbúr með endahliði og jafnbrautarlest. Það er út af því að ég er með svolítið plan. Kíkjum yfir í skapandi heiminn minn til að sjá hvað ég er að plana. Það er alltaf góð regla að prófa fyrst hluti í skapandi tegundleiks áður maður byggir að lifa af tegundleiks. Ég er hér búin að búa mig til tilraunaveröld sérstaklega fyrir þessa keppni. Ég er í skapandi tegundleiks og með kveikt á skrimslum af því ég þarf að nota skrimsli í byggingunum minni. Og það sem ég var að plana að búa til í þessari keppni er svona fílabeinsturn. Og það sem ég þarf að setja skrimsli inn, þá datt mér svolítið hug, en ég ætla að kveikja aftur á skrimslahljóðunum. Stillingar, hljóð, setjum maður bara 20%. Og kíkja hérna með okkur niður í kjallarann. Þið heyri kannski hvaða skrimsli ég hef valið. Þetta eru draugar eða ghasts. Og ég ætla að tróða þeim hérna í kjallarann á byggingunum minni.
Og uppi er planið að maður fer hérna upp. Upp í turnin og síðan þarf maður til þess að komast niður, lætur maður sér detta hérna niður og er þá komin í svona svartan helli. Og hérna ætla ég kannski að setja ykkur fleiri skrimsli en ég er ekki alveg búin að plana það eins vel. Þessar línur sem eru hérna í kring, þær eru út af því að ég er að nota svokallu structure blocks. Og ég þarf kannski að búa bara til sérþátt hvernig maður notar þær. Þá get ég tekið vista niður byggingarna mínar og til dæmis ég vistaði efsta partinn hann uppi og bjóð síðan til afrit hér til þess að ég ætla að stækka efri partinn. Mér var saman aðeins svo lítill, þannig að þetta er stærri útgáfa af efri partinu. Þá veit ég er ekkert að skemma efri partinn. En skellum okkur aftur yfir á þjónin, Dogcraft þjónin og á keppnisvæðið. Ég bjó til heljarhlið sem tengdist beint við hliðið mitt á keppnisvæðinu og útbjó svæði til að veiða drauga á. En eftir að hafa reynt að veiða drauga hérna niðri í talsverðan tíma án árangus þá ákvað ég að breyta planinu mínu. En núna voru 2 vikur liðnar af keppninu og ég er nú þegar búin að smíða kjallarann á turninu minn. Hvað átti ég að setja í staðinn fyrir drauga? Fyrsta hugmyndi mín var að setja endamör í gólfið. Ég fekk svaka mikið endabellum gefins og svo var bara að dúndra þeim í gólfið og reyna að deyja ekki. Svo að endamörðin hverf ekki þá þarf að nefna þá með nafnspjaldi. Þetta var ansi gaman. Það næsta sem gerðist var alveg óvart. Ég fann fenjasvæði við hliðin á keppnisvæðinu og þar var slím hoppandi. Ég náði að lokka það yfir á svæðið mitt og ofan í eitt hólfið. Ég ætla að spila þetta hratt því að svona slím eru lengi á leiðinni. Þetta er ekki fyrsta slímið sem ég náði, en það var stórt slím. En þegar það datt ofan í hólfið þá brotnaði 2 miðlungsslím. Þetta er slím númer 2, en einhvern veginn klúðraði ég því að nefna það, svo það hvarf. En svo náði ég í 1 miðlungsslím í viðbót, þannig að ég endaði með 3 miðlungsslím. Í eitt hólfið ákvað ég að setja úlfa og ég setti kind undir gólfið. Svo að þeir væri hoppandi brjálaðir með rauð augu. Í 3. og síðasta hólfinu er ég svo með beinagreinda hesta á hvolfi. Ég veitti þessa beinagreinda hesta alveg óvart. Þeir voru bara eitthvað að flækjast henni kring og ég vissi eiginlega ekki alveg hvað ég átti að gera við þá. Og mér fannst eitthvað einum og venjulegt að hafa þá bara venjulega. Þannig að ég notaði nafnspjald og skýrði á dinnerbón og þá snúast þeir svona við. Þetta er svona eitt lítið Minecraft trikk. Ég fattaði svo þegar ég var búin að byggja turnin að ég hefði byggt hann eftir rangri skjámynd. Ég hefði byggt minni útgáfuna en ekki þá stærri. Ég þurfti því að endurbyggja toppinn, en það tók mig nú ekki svo langan tíma. Ég ákvað líka að breyta handriðunum yfir í gler. Það væri kannski aðeins öruggara að fólk væri ekki að hoppa hérna upp á og gæti séð samt yfir kantinn. Ég bætti líka við þessum kubbum hér, en þeir skipta máli út af því að það gat hérna niður, þannig að það sé myrkur ofan í fjallinu. Og síðan er ég búin að setja hérna skilti, þannig að fólk viti hvað það á að gera, hvernig það á að fara niður. Og þá er þetta tilbúið. Hérna er turnin og fjallið. Inngangurinn hérna niður. Ég ætla að sýna ykkur fjallið aðeins betur. Það er búið til úr kolakubbum og ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins upp. Hérna í fjallinu er falin ljós sem maður sér ekkert þegar maður skoðar fjallið utanfrá. En hérna á 3 stöðum eru ljós sem eru svona felld hérna inn í fjallið og eru í hvarfi. Fjallið er já allt úr kolakubbum en hérna ofan á eru teppi. Það er svo að skrímsli birtist ekki í miðju fjallinu.
Tökum þessu dröppur, ég á þetta ekki að vera að fikta í þessu hérna, ef ykkur koma að skoða, því að keppninni er núna formlega lokið og ég er búin að byggja þetta. Hérna undir eru líka ljós til að lýsa allt hérna í kringum. Þannig að skrimsli birtast ekki hérna á kantinum heldur og þetta er allan leið hringin og þessi ljós sem ég var að sýna ykkur, þannig að ef ég fer hérna hringin þá sér maður hvergi ljósin. Þannig að þetta hefur áhrif þegar það kemur nótt, þá lýsist turnin upp að utan. En við skulum kíkja inn og sjá hvernig er umhorfs þar. Hérna er slímið mitt og úlfarnir og hestarnir á hvolfi og endamörðan er hérna í gólfinu. Og ef við förum upp og festumst ekki, já, förum upp. Þá lítur þetta svona út. Og síðan þurfum við að láta okkur detta hérna niður. Dettum niður hér. Og þá erum við komin inn í fjallið. Hérna er rauði zombíinn minn sem ég klæddi í svona rauðan galla og gaf honum þessa fínu kórónu. Þetta er svona zombíhaus með kórónu, alveg eins og þessi beinagrindahaus með kórónu. Það eru svona fjölbreyttir hausar hérna á þessum þjóni. Og byggði hérna allt rautt í kringum hann. Rauði kóngurinn eða rauða drottningin, það er spurning. Hérna undir er rauðsteinn skrítið, þannig að það svona logar þegar maður lappar á því og hugmyndi mín var fyrst að það yrði eina lýsingin en síðan er það bara ekki nægileg lýsing, þannig að ég er núna búin að setja hérna kyndla. Það eru líka rauðsteinslampar hérna og hérna uppi þá eru skynjarar og bönd, þótt að mér sýnir þetta bandi hérna sé horfið. Eða þá ég sé það bara ekki og þegar maður dettur hérna niður þá blikka ljósin en það var heldur ekki alveg nóg. Hérna erum við með laumupúka og það var ansi erfitt að ná honum. Öll þessi skrimsli, ég bara náði þeim hérna meðan ég var að byggja og það er ægilega krúttlegt þegar hann gerir þetta, felur svo hérna inn í blóminu fyrst mér. Já, ég var skítrædd að hann myndi springa í hvert skipti sem ég hreið hann til. Ég náði honum í lestavagn. Ég let hann elta mig í kringum lestavagn sem var á ferð og þangað til hann fór inn í hann. Þannig náði ég honum. Hérna er vofa, eða svona fantom og það var ansi erfitt að ná henni. Ég þurfti að ná henni í bát. Ég náði, held ég, 3 í bát en hina 2 dóu meðan ég var að færa bátana til en ég náði þessari hérna inn í hellin og bjóti svona tré fyrir hana og setti svona smá fallegt í kringum hana. Hérna er nornin, það var líka svolítið hættulegt að ná henni, hún var alltaf að kasti mig alls konar seiðum og eitra fyrir mér en hún eitraði aldrei nóg mikið þannig að ég dó, þannig að ég passaði mig alltaf bara að halda mig í fjarlægð og kom henni hérna inn. Hér eru Gu og Gokke eða hérna zombíinn og vinnur hans. Þetta er svona uppvakninga þorpsbúi og á þessum þjóni er hægt að fá egg, þorpsbúa egg og ég kom bara með eitt svona þorpsbúa egg og setti það hérna nálægt uppvakningunum, zombíinum og zombíinn réðst á hann og breytti honum í svona þorpsbúa zombie. Og þeir halda báðir á okkur steinum hérna þannig að þeir fá að vera hérna að byggja. Þeir eru voða mikið að elta mig núna. Og hérna er eitt svona drukknaður. En þetta var líka bara svona uppvakningur eða zombie og ég hellti bara vatni yfir hann og þá breyttist hann yfir í svona drukknaðan. Og það eru svona fiskar og ýmislegt hérna hjá honum. Og akkurat einn rauðsteinslampi sem blikkar heima dettur niður. Hérna er akkurat eitt skynjari og hérna er bandið. Já, mér sýnist bara bandið sem ég hafi farið út hérna hinum megin. Þetta kannski bæta því við. Og
hérna er einn zombíinu viðbót, það er frekar auðvelt að ná þeim. Þannig að þess vegna eru svo margir og ég setti enda með manns haus ofan á þennan og setti hann í svona svartan leðugala og hann heldur á grasblokk, þannig að ég bjóð til svona garði í kringum hann. Síðan er svart gler hérna alveg í kring og þetta á að vera alveg fullkomlega örugt að þeir ná hvergi í mann. Hérna er eitt þorpsbúi viðbót og ég notaði akkur bara þorpsbúi egg til að búa hann til og hann er í svona hella umhverfi. Hérna inni er kónguló og þetta er 1 af 4 eða 5 sem ég náði en það er ansi erfitt að flytja kóngularnar og mér tókst alltaf að drepa þær þegar ég var að flytja þær til og þess vegna er bara 1 hérna en hún er inn í svona gömlum lestargöngum með eitthvað svoleiðis með svona risastóra kistu hjá sér. Og hérna er svona gull zombie, hann var í þessum gullklæðum þegar ég náði honum og ég bætti við hérna gulli og gaf honum eitt svona kött, svona í stíl við sig. Og þá erum við bara búið með þetta, það er hægt að fara út á 2 stöðum og þá bara stígum maður hérna á plötuna og ég er líka meiri segja akkurat ekki með neitt rauðsenskyndil en ég er hérna með enda kistu og þar er ég með rauðsenskyndil og ég setti nefnilega líka svona hurð hérna ef ég þyrfti að koma inn þá get ég tekið þetta af þetta rauðsenskyndil hér og þá opnast hurðin aftur. En núna er hægt að sjá betur hvernig hann lýsist upp hérna turnina utan því að það er komið nótt hérna og þá lýsist þetta allt hérna frekar flott að utan. Og núna er keppninu lokið og dómnefndin er byrjuð að vinna og hún verður hérna bara næstu daga að skoða sig og fólk má líka koma hérna að skoða og þeir sem eru á þjóninum að spila þeir geta kosið hver vinnur keppnina. Það eru hérna fleiri í kringum mig. Það er ekki búið að byggja á öllum af þessum 10 þá eru hérna 3 sem standa auðar þannig að það eru 7 keppendur með mér og ég er ansi spennt að vita hver úrslitin eru en nú þarf ég að hingra í nokkra daga og ég læt ykkur vita hvernig þetta fer. Nú eru 11 dagar síðan að keppninni lauk og ég var að fá fréttir að dómnefndin hefur lokið störfum og ég vann keppnina. Dómnefndin setti mig í 1. sæti og fyrir það fæ ég 3 fork með göldrum að eigin vali. Og ekki nóg með það. Ég heldur vann ég líka vinsældarkeppnina og fyrir það fæ ég minn eigin haus. Þið sjáu hérna fyrir aftan mig að það eru svona fjölbreyttir hausar á þessum tjóni og hérna þennan skrýtna kall hérna vann ég í einhverju svona fela hlutkeppni eitt skipti. En það verður gaman að eiga haus af sjálfum sér líka. Kannski svolítið skrítið að setja hann upp á vegg. En kíkjum yfir á keppnisvæðið og þar eiga að vera fánar til að merkja að ég hafi unnið keppnina. Og hérna stend ég fyrir utan turnin minn og hér eru fánarnir sem tákna það að ég hafi unnið bæði keppnina og vinsældakosninguna. En svo ég bara eftir að fara og ná í verðlaunin en þau víst á pósthúsinu. Komum þangað. Og hérna er pósthúsið. Ég er hérna með póst 12 upp á annari hæð. Við skulum koma okkur þangað upp. Hérna er það og það er ljós sem segir að það er eitthvað í pósthólfinu mínu. Og hérna eru 2 sjálfgarkassar og ég ætla bara að fara með þá heim til að skoða þá. Og þá erum við komin á eiguna mína og hérna ætla ég að setja þessa kassa niður og skoða þess betur í þá. 1. sætið. Hér er ég með haus af uppvakningahesti. Þetta er mjög sjaldgæft að aldrei sé svona áður. Og síðan er 3 forkurinn hérna með þeim göldrum sem ég bað og síðan er hérna tótem ódauðleika. Ég hef aldrei átt svona. En ef maður heldur á þessu þegar maður deyr þá
deyr maður ekki. Þetta svona gefur manni auka líf. Og síðan fæ ég 25.000 Dogcraft-dollara sem ég get þá nota til að kaupa hluti í verslunarmiðstöðinni hérna á Þjóninum. Þetta eru flott verðlaun. En í hinum kassanum, kíkjum á það. Hérna er fyrir vinsældakosninguna. Hérna fæ ég 5.000 Dogcraft-dollara. Hausinn af sjálfur mér. Og annað svona tótem ódauðleikans. Og síðan auðvitað fæ ég þessa fínu sjálfkarkassa hérna. En mér finnst þetta svo forvitnilegt að vera með svona hausa, þannig að ég eiginlega verið að prófa að setja þá hérna upp. Skellum við bara hérna á. Já, ég hef aldrei séð svona haus áður. Og svo er þetta hérna hausinn á mér. Frábært. En ég þarf nú að finna einhvern betri stað fyrir þetta til að gefa þetta á. En það var alveg ægilega gaman að taka þátt í þessari keppni og ég vona að þið hafi líka haft gaman að því að fylgjast með. Bless, bless! Ef þér líka við myndbandið þá endilega smelta á líka við knappi því það hjálpar öðrum að finna myndbandið. Svo mæli ég líka með að þú gerist áskrifandi með því að smelta á áskriftarknappinn eða subscribe-knappinn og svo á bjölluna til að fá tilkynningar ný myndbönd.